Nú, hér ætlum við að skoða bú sem að virtist hafa krippuungvið í gangi. Þetta frá honum Daniel. Reykjum við örlítið á þær og það þá spurning hvort að hér sé ófrjó drottning eða verpandi þerna. Og skulum sjá hvort við komumst einhvað nær það. En svo alltaf þá skoðar maður aftan frá eða á hlið og stendur ekki í flugopinu eða flugleiðinni. Þetta eru spennubönd á grófari gerðinni, en já, ok, þetta dugir svo sem. Þetta bú af svona, held ég kalla þeirri English garden type og með sérstaka ramma. Og það utanum þetta svona kassi má segja. Við þurfum nú að gefa þeim í það minnsta kassa hérna greiðunum. Nei, þak segi ég, ætla ég að hafa þetta. Hér eru leifar af frjódegi og hefst þá skoðun. Leggjum við þetta nú bara hérna einhvers stað til hliðar. Og hér sjáðu hvað þetta skakt. Þetta aldrei heppilegt að hafa þetta svona skakt, en þetta alltaf búið að vera í flutningum. Þannig að og þetta einhver ný tegund af fjarlægðarklossum sem ég hef ekki séð áður, þessi bláu hérna. En við förum hérna, hér plata svona til þess að stilla af bilið og við ætlum alltaf bara að byrja á því að minnka plássi hjá þessu bú eins og hægt er. Þannig að ég losa mig við þess mikið af flugum og hægt er. Þessi rammar eru lítt eða ekki í notkun, aðeins fóður þessu. Kíkja náttúrulega eftir ungviði og drottningum. Það vil helst fá þetta bara sem helst burtu. Þannig. Og kíkja eftir eggjum náttúrulega. Það eru sýnilega ekkert komnar upp í efri kassan að viti. Þessar vaxplötur þær koma með innbræddum vír í sem að maður held í örugglega eða hvað, stingur hérna í og svo beglar maður hérna og setur lista hér á milli. Mér sýnist þetta að vera eitthvað svoleiðis kerfi. Þá fyrsti kassin kominn af. Lauf léttur og létt í þessum. Maður forða þessum römmum svo það fari nú ekki í rányrkjum.
Skulum við sjá hérna. Tökum þetta bara frá. Frjódegi hérna. Og það er sama hérna, hér er fjarlægðar plata. Þetta er í sumum búum og ágætt að hafa líka í langstrótkössunum. Svona til að byrja með því að rammarnir eru oft þurrir og eiga eftir að tútna út. Og hér er bara fóður og setjum við þetta hérna út fyrir. Sjáum hvað þetta get ekki nýtt þetta. Þetta hallar heldur mikið. Jæja, einn ramma lítur að þola. Og tróðfullt af fóðri hérna. Og hérna er drottningabolli, sjáu þið. Það er ekkert í honum. Og ég ætla sem sagt að leita hvort ég finni einhverja drottningu eða egg og á hvaða tegund og típu þar eru þá. Það er að segja eggin. Eða tegund og típu, það er að segja hvernig þetta lítur út allt saman. Nú hér sjáum við svona alveg típist krippuunguð eins og ég kalla það. Pukkelingel. Eru þá sem sagt drunda egglirfur í venjulegum lirfuhólfum. En þær lirfur eru það stórar að þær þurfa að byggja þetta út allverulega. Og þess vegna skagaði svona út. Nú hérna sjáum við drottningarhólf sem að virðist nú vera frjótt með hvernig þetta lítur út hérna. Að þetta hérna drottningarhólf hér og hér er lirfa í. En við ætlum ekki að nýta okkur það því það tekur allt of langan tíma fyrir. Og hérna sjáum við hvernig lirfan hringar sig saman hérna ofan í bollanum. Bæði það að ef það er nú ófrjó drottning hérna í þessu að þá er þetta bara seint á árinu að takast. Það er að segja 31. júlí, þannig að það er hvað ég var að segja, það eru kannski svona 2 vikur 10 dagar í að skríða út og þá hún eftir að eðla sig og það er bara allt og seint fyrir svona bú að takast á við það. Þetta er þó að góðu viti, þetta er góðsviti réttar sagt því að þá er svona meiri líkur á því að það sé nú frjó drottning sem er þá bara illa mökuð, illa frjó. Þannig að nema sér dauð. Ég þarf að hrista af öllum þessu römmum, sigta búið til öryggis til að sjá hvað kemur út úr því. Skulum nú svona byrja á þessu samt sem áður. Eins og segjum, leita í gegnum þetta. Og finn ég ekki drottningun í fyrstu umferð þá fer ég aftur í gegnum búið. Og finn ég hann ekki þá sigta ég hana, eða sigta ég flugurnar. En hér eru bara sem sagt drundaungviði. Ég sé 1 egg, 1 til 2, til 3, til 4, til 5. Skulum sjá, ég skal sýna ykkur þetta.
Hér á þessu hérna svæði ég skal sýna ykkur þetta betur, þá eru sem sagt nokkur egg í hverju hólfi, og ef við snúum þessu hérna á móti sól og ég reyni að hérna færa þetta hægt og rólega, þannig að þið gætu hugsanlega séð eitthvað af því sem ég er að tala um. Það er að segja nokkur egg í hólfi. Það bendir sterklega til að það sé verpandi þerna hér á þessu svæði, og þá er þetta bú, nei, sjáu þið til, hér fer drottning, sjáu þið drottninguna. Þannig að þetta er ófrjó dama. Ég þarf að veiða hana þessa. Og það er náttúrulega ekki með neitt þess að veiða hana í. Hér er sem sagt bara illa frjó drottning, þessi dama. Þannig að það er nú hægt að skipta drottningu þessu búi. Nú, þá ætlum ég að sýna ykkur hvernig við veiðum drottningu. Til dæmis, ef maður ætlar að selja drottningu, ég er hérna með bara frjóteig og setja hérna í, og ég er með tappan hérna fyrir, eins og þið sjáu, og eina hættan við að gera þetta þennan hátt, að það er það þegar maður lokar þessu búri, að maður dregur þetta sem sagt hérna upp eftir, að ef maður óvart ítir og fast, að þá klemmi maður drottningu. Þannig að ég ætla að setja þetta ofan á drottninguna og íta þessu spjaldi hérna hægt og rólega, þannig ég drepa hann ekki. Skulum við sjá hvort við finnum hana. Hvort hún sé hann á sínum stað. Já, hér er hún. Hérna er hún daman. Þannig að ég legg þetta hérna svona yfir hana þegar hún kemur á svona flatlendi, og það er alltaf að koma nokkrar býflugur með henni, og lokum henni svona hérna búrinu, og passaði bara að sjá hana þannig að hún sé ekki lendi ekki á milli. Svona, þá er ég búinn að veiða hana hérna í, og ég hef hana bara hérna í búrinu, og skiptu drottningu, en þetta bú þarf alltaf styrkingar við. Ég ætla nú að halda áfram að skoða þetta. Eins og ég segi, þannig hefur hún alveg bara prumpað úr sér eggjum. Það sem að þið kannski tókuð eftir, að þessi egg, þau lágu ofan í botninum, ekki út í köntunum, því að það eru alveg augljóslega þernu, semst verpandi þerna, því að þær ná ekki eins djúpt ofan í hólfið, klakhólfið. Og það er sama hérna, að það er slatti af eggjum hérna, til dæmis í kringum þetta unguði. Það sjá hvort ég get ekki sýnt ykkur það. Nei, já, slatti af eggjum. Ef þið sjáuð hérna á þessu hérna svæði, hér, að ef við veltum með þessu aðeins svona, að sjá hvort ég geti sýnt ykkur. Ég veit ekkert hvernig þetta dettur úr fókus. Við förum bara alveg upp að, og svo fjær. Þá eru þarna í hólfunum nokkur egg í hvoru, og meiri segja komna nokkra lirfur í, það er að segja 2 lirfur sá ég hérna á stökustað, en það er alltaf annar er hent eða drepinn og étinn. Hér er ekkert ungviði.
Og hér ekkert. Þetta ætti náttúrulega alltaf vera fullt af unguði hérna í varpi. En ég hef þá ekki áhyggjur af því að sé verpandi þerna hérna. Ég ætla nú bara að taka þessa tómuramma hérna og láta þær fá einhvað þessum sem voru útbyggðir hérna, ramma sem ég hendi hérna til í staðinn. Þetta hérna gamall unguðarammi sé ég. En hér sko lendir maður þá í því að þetta ekki rétt fjarlægð milli ramma út af þessum klossum hérna og þá ekki heldur eða hérna það rétt sko, þannig að við þurfum að sjá aðeins á einhverju betri hérna að þessu. Þannig þá verðum maður bara að gjöra svo vel að passa það. Því ég ætla bara að hafa þetta búa einum kassa náttúrulega. Við sjáum, þetta hérna var rammi sem var réttri stærð og tegund og það nú heitir. Já, þá fara að klossa þetta hérna á ferðalag eitthvað. Þannig að einn að mætti að koma sér til viðbót. Þessi er svona hluta til útbyggður og setjum við hann hér. Og láta það mætast hér, ekki hérna. Láta það mætast hér. Þá ætti að verða rétt bil hérna. Nei, fyrirgeðu. Það var eitt rammi hérna fyrir utan. Já, það er svona lífátölun. Þá ýtum við þessu öllu tilbaka. Og plata niður. Nei, rammi niður ætla ég að hafa það. Rammi niður. Ítum við aðeins hérna og plata hann í. Þannig. Og frjódegi má koma hérna ofan á. Einhvern veginn. Við leggjum það bara svona hér. Sjáðu, hleypuðum út hérna dömunum. Kannski ætla ég bara að losa þetta af plastinu. Og svo megið þið alls ekki gera svona eins og ég gerði. Ég skildi hana bara eftir hérna ofan á einu kassanum í steikjandi sól. En þessa drottningu tek ég síðan og klessi henni utan í búrið hjá nýju drottningunni sem er að koma í dag og set hana ofan í á sama stað og þessi er. Þá lyktar drottningin af þessu ferómoni sem að þessi drottning gefur af sér. Og það er mjög auðveldar að láta þér sætta sig við nýja drottningu á þann hátt. Nú þurfum við smá greinastúf hérna til þess að halda búrinu uppi svo að þetta ekki niður á milli. Þannig að ég tek þetta svona og set þetta hérna og set þetta hérna bara það sem gott pláss er eins og hér. Nei, hér. Það hafa þetta hérna svona. Svona, þarna er drottningin þá komin og búið þá í sjálfu sér tilbúið að taka við nýrri drottningu. Lokum við þessu. Og þó þetta standi svona upp og þá er þetta fljótt að ýtast niður, þrýstast niður bæði út af hitanum og ég hjálpaði svo aðeins til þess að þéttast. Hanna. Og svo var þetta lok hérna yfir. Hvar var það? Hér var það. Og setjum við það líka ef ég ætla að setja hérna í ánu þak til þess að setja yfir þetta hérna. Nú ætla ég að sýna ykkur aðeins hvernig ég geri með býflugur. Hér er ég með býflugu sem er rétt þessa drottningu sem er ófrjó, Búnans Daniels. Þannig að þessa drottningu þarf ég að drepa
og klessa hana hérna á þetta búr til þess að þær sætti sig frekar við nýju drottninguna. Ég setti báðar drottningarnar í búið í gær og veiti þessa sem sagt inn eins og ég sá kannski og fjarlægði þær núna síðan fyrir klukkutíma síðan. Og það sem ég ætla að gera fyrst að losa mig við allar fylgiflugurnar og það getur maður gert á ýmsan hátt, meðal annars á þennan eina hátt, skulum við sjá. Það bara að opna varlega fyrir hana. Á þess að hún fari út sjálf, sko. Þannig já. Hana, ein eftir hérna. Ég þarf að fá hana út. Já, komdu kjániðinn. Það ekki að ganga alveg eins og ég hafði hugsað mér. En þá getum við gert þetta svona, veit það, skulum sýna ykkur. Ég held bara hérna yfir þetta. Já, farið frá stelpa. Og það sem ég gerir þá hérna að lyfti búrinu frá þar sem ef að vinnuflugurnar eru á borðinu. Þetta svona smá þolinmæðisvinna hérna, sér það. Losnaði eina. Þetta tekur sinn tíma. Og akkur ég að þessu? Jú, það stundu sem auðveldar að setja þær við bún í ef að það ekki fylgiflugu með. Einfaldlega. Öruggara. Nei, nenni þessu ekki. Þannig að þessar tvær fá að vera saman hérna. Og svo eru nokkrar dauðar hérna í. Sama ætla ég að gera hér. Ég ætla að losa mig við drottninguna, við fylgiflugurnar en drepa drottninguna. Og þessi má nú svo sem alveg flýja út. Það er hvað sem að drepa hana hérna. Hér er hún dauð og tek hana hérna og klessa hana hérna við og á hverju? Jú, einfaldlega til þess að búrið fái þessa lykt á sig sem að gamla Vísófrjó drottningin. Og nú ætla ég að setja þessa drottningu saman við búið. Nú, þá er ég komin hérna að búinu og ætla þá að setja þetta hérna saman. Það er nú sýnilega af hjálpinni þessari, hún er búin að tróða sig hérna niður, drottningin, ofan í fóðursvæðið. Það er að halda henni frá því. Þetta þarf ég að laga. En hún getur drepist þarna í þessu. Þá nota ég tækifærið og tek þessa hérna út úr. Nokkra dauðarflugur, fylgiflugur. Nú, það við sjáum hérna kontustakjániðin og þetta er alltaf áhætta. Og næst í búin minn sanna maður. Sæl. Hérna snöggar í hreyfingum. Ég ætla að tróða hérna aðeins smá sykurdegi til hennar og fara sér ekki að voða hérna. Þannig. Nú er ég tilbúin að setja til hennar og það sem ég gerði þannig að ég setti sem sagt drottninguna gömlu hér á milli. Nú er ég búin að færa ramman aðeins í sundur og ég ætla að setja sem sagt nýju drottninguna hérna niður. Nei, heyrðu, við skulum nú ekki gleyma því að opna fyrir plasttappan. Þannig færði ég frá stelpur og þannig að nú er plasttappin opinn. Misti ég hann áni, skiptir ekki máli. Þannig að hér fá þær drottninguna og éta hann út. Sjáðu hvað eru órólegar, búin að vera drottningalausar í klukkutíma og það er svona talið heppilegur tími
fyrir býflugur að vera án drottningar upp á að taka nýja. Ég set hana á milli ramma sem ég fært í sundur því að þá koma byggingarflugur eða sem sagt þær flugur sem eru yngri og eiga auðveldara með að sætta sig við nýja drottningu. Nú drögum við þetta hérna yfir hérna, glemmum sér fæstar, svona, farið í stelpur. Nú þessa verða bara að bjarga sér sjálfar, svona. Svona. Búið.